En efst í deildinni. Já, þú varst með 63 stig. Efst í, sko, já, það er náttúrulega 38 umferðardeildin sem við erum að tala um áðan. Það er þvílík þáttaka, bara, mér sýnist bara flestir bestu spilarar landsins vera skráðir í deildina og rúmlega það og já, kíkja efsta sæti. Það er svokallað world class frammistaða. Já, í boði world class. Fyrsta sæti, sko, það er hún Marta Mirjam Kristinsdóttir. Viljið FC Fæðingarólf? Það er gott nafn. Já, það er geðveikt nafn. Og það er ekki til betri tími en að vera í fantasy vantarlega heldur en í fæðingarólfinu eða hvað, Sindri. Maður hefur nú svo sem átt erfið moment með nýfædd börn. Já, sko, náttúrulega þetta heiti Orlof er náttúrulega grín, sko. En kannski búsett í Svíþjóð er að taka fæðingarólf þegar krakkinn var 9 ára eða eitthvað. Já, það getur verið. Það er bara komið ljós. En hún náði sér í 103 stig. Með bench boost. Þetta er í alvörinu bara world class frammistaða. Já, ég sko... Hún er pottþétt í einhver svona mömmutímum í world class. Sko, ég hef kannski að renna yfir liðinnar og meðan næja eina gjöf fyrir þessi mig. Já. Sko, já, hún er með Verbruggen á markinu, Tarkowski, Virgil, Guehi og O'Reilly í vörninni. Odegaard, Saka og Szoboszlai og Palmer á miðjunni, sjá Pedro Kaftin. Frammi ásamt Carlos Lúen og á bekknum sem er þá bústaður er Donnarumma í markinu með 3 stig. Pedro Porro reyndar 0 stig, hann spilaði ekki, hann kom líka seint heim frá... Það hefði ekki verið betra með þessu. Já, og Mbuemo með 2 stig og Barry, ég er 8 stig. Það er rosalega gaman að sjá Barry hérna. Herðu, byrju, svo ert þú að rétta mér... Ég er að rétta þess smá gjöf, sko, þetta er nú frá vinum okkar í world class.